Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég sagði ykkur áðan þá ætlum við að setja ykkur í samband við Ríó og við erum komið á línuna Inga Þór Einarsson, landsþjálfara íþróttasamband fatlaðra í Sundi sem er staðsettur þar. Komdu blessaður og sæll félagi. Já, þú heyrir aðeins í mér eða ekki? Jú, ekki mikið, ég heyri með betri rétt á hann. Jæja, það er svona greinilega léleg gæðin hérna hjá mér. Ok, við reynum þetta, heyrðu þú ákveðlega í mér? Já, ég heyri bara mjög vel í þér. Já, en svona hvernig hefur farið ykkur hérna út í Ríó? Það er bara rosalega vel okkur. Allt bara þessar sögur sem við heyrðum eitthvað hættuleitinu, við sjáum ekki það í. Nei, nákvæmlega. Við sjáum ekki eins og nýflöður. Nei. Það ég menna moskítaflöður. Jæja, en nú eru keppendur okkar Íslendinga búnir að ríða á skarið þarna út í Ríó og bara í gær, Jón Margeir með frábæran árangur, 4. sæti, við erum ekki bara allir kátir með það? Jú, nú það var Jón ekki kátir með að tekja þetta sundur. Nei. Það var hann ekki kæmst bara mikið það. En eftir að við erum búin að skoða þetta sund í sammenningu og þá gerði hann allt sem hann gat gert og hann gerði það vel. Við þjálfarinn hefum búin að skoða þetta og við erum alveg saman á það. Við hefum gert allt mann sem við gerðum. Það er mikið breytt með þessu. Og þannig að það er ekkert vonum að kenna þó að hinn hafi synd frábærlega. Nei, nákvæmlega. Þetta er oft þannig í sundinu að það er mismunandi hvernig dagarnir eru. Fyrir, nú heyrði ég ekki. Það er mismunandi hvernig þetta getur farið. Já, það er svona gaman í þessu. Nákvæmlega. En það var ekki gaman að þessu, við vissum hvernig þetta myndi enda. Nei, nákvæmlega. En Telma Björk, hún keppti það ekki í dag, eða? Jú, hún keppti í dag og keppti ekki gaman. Nei? Nei, en þetta er það. Hún er svona bröllin sem að við sé ekki. Ef að stannir því að henni er ekki réttir, ef hún er róstæð, þá bara getur þetta farið svona eftir fór í málum. Já, nákvæmlega. En en það er nóg framundan. Það er bara svona spiltum. Já, en það er nóg framundan hjá ykkur, er það ekki, það eru þó nokkuð sund eftir? Jón áttur að synda tvisvar, hann syndir 100 bingo á miðvikudaginn og 200 sjór á laugardaginn. Telma syndir 400 skrif á morgun. Sonja skrif á föstudaginn á 50 bak og syndir svo 50 skrif á laugardaginn. Og þá enda líka á 100 skrif. Nákvæmlega. En við erum 400. Já, en vitt. Okkur leiðist ekki neitt. En það er samt fer vel ykkur og það er mikil stemning eða ekki í íslenska hópnum? Jú. Þetta er fyrir stemning. Þetta er gaman, þetta er leikur hópur sem að eiginlega alltaf. Það eru þó nokkur bandari sem fjú á hérna hvernig hljómtímanum og okkur líður vel saman. Já, nákvæmlega. Gott að heyra. Við byrjum bestu barðakveður og bara áfram Ísland. Þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma, Ingi Þór. Og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk fyrir það. Já, við höfum kannski eftir að heyra betur í honum, þegar hann kemur, aftur til landsins. Nú eins og hann kom inn á þá er, náttúrulega þessu ekki lokið dagskráin framundan hjá þeim þarna úti. Það er náttúrulega undanrásir í 200 metra fjórsundi kvenna á undanrásir í 400 metra skriðsundi kvenna, það er sem hún Telma Björk er. Og svo er það á bókfiminn náttúrulega hann Þorsteinn Halldórsson sem tekur þátt þarna fyrir Íslands hönd. Ég held að hann sé, hvort það var á morgun, ég man ekki rétt, en það er hægt að sjá alla dagskránina í sport.is og einnig er RÚV með þetta í beinni. En nú það í bili, við tökum uppgjör á þessari keppni næstkomandi mánudagskvöld. En staðan í leikjum kvöldsins í fyrstild karla, HK 1, Haukar 1 í knattspyrnu.
Svo það Everton eru 3-0 yfir gegn Sunderland, 88 mínútur liðnar af þeim leik, 72 mínútur liðnar af HK Haugum og í Ólafsdeild kvenna í handbolta, þar Valur og Fylki sem eigast við, staðan þar 20-13 fyrir Val þegar 6 mínútur til leiks loka. Næsti viðmældi kvöldsins, það hún Theodóra Ólafsdóttir, íþróttastjóri hjá Keilusambandi Íslands. Keiluleitin byrjuð og meistarakeppnin framöndan núna að mig minnir á miðvikudaginn og annars var Reykjavík mót helgina og gott betur en það nóg að gera í Keilunni. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.